Davíð, gallalaus frammistaði í dag, leiðist mér að segja, þú lítur að vera í skíunum með leikinn. Ég bara hrikalega ánægður með leikinn. Mér fannst fyrstu 10 mínúturnar ekkert sérstakar en heilt yfir bara virkilega góð frammistaða frá liðinu, varnarlega mjög góð og alltaf hættulegi fram á við og leikurinn svona þróaðist svolítið eins og við héldum að myndi þróast, mikið stöðubaráttur og mikið langa bolta og mikið 2-1 stöð út í vittinni þar sem í okkar varnarleik og þannig að já, en við svo sem vissu líka að það voru ákveðnir veikleikar á þeim þar segja varnarlega og sérstaklega þeir myndu stíga upp í pressa á okkur og þeir gerðu það aðeins í fyrri hálfleik og voru svæði fyrir okkur til að spila inn í og mér fannst við leysa það gríðarlega vel og kannski smá sáttu við það að við hafi ekki náð 2 mörkum í fyrri hálfleik, það hefði sett okkur í töluvert þægilegri stöðu. Einmitt, þið voru talsvert ofan á þarna í lok fyrri hálfleiks, svo í seinni hálfleik virtist þið detta aðeins aftur á vellinum að það með ráðu gert eða gerist þetta bara náttúrulega? Ég held að þetta gerist nú aðalega náttúrulega en auðvitað, þú veist, breyta þeirrum liði í hálfleik og fara mikið í langa bolta og það svona setur okkur aðeins úr jafnvægi en svona pínu ósáttur með það að við ekki aðeins að halda betur í boltann í seinni hálfleik og af því að það voru klárlega svæði fyrir okkur til að spila inn í. Nú, mér langar að spyrja út í atvik undir lok fyrri hálfleiks þess að Jóhann Ægir virðist fara í glæfralega tæklingu en dómarinn dæmir innkast, hefur eitthvað það að segja? Já, maður á bara að segja sem minnst, kannski full mikið svona farsakennda frammistöður oft á tíðum já, ég ætla bara að segja sem minnst. Nú, Daði skorar frábært mark og lagði færi í dag og var hreinlega frábær byrjun á honum. Hvað verður að segja hans gæði og möguleika fyrir liðið? Já, bara einstakur leikmaður og með framtíðina fyrir fram að sig og hann þarf bara að taka hæg skref en góð skref og mér finnst hann hafa bara sýnt það hver hann er sem persóna og að hafa komið hingað og þórað svolítið að fara í alvöruna og mér fannst það gríðarlega jákvætt skref fyrir hann og hans feril og hann sýnir það hér í dag að hann er tilbúinn fyrir okkur og það má ekki bara tala um það hvað hann gerir fram á við því að hann sinnir sínum varnarskildum gríðarlega vel og hann er ekki vonda menn sinna leikmaður, hann spilar í báðar áttir og það er yfirleitt mjög gott sérstaklega á þessum aldri þegar menn eru komnir þangað. Nú, liðið virðist líta betur út en á sama tíma fyrra, þeir eru konum með heimaðallar frá byrjun, liðið spila vel saman, nýju menn koma vel inn, er heimurinn taparkeður Vestaræði? Getum við ná árangri, miða deild eða betur eða verðið bara í þessu fallbaráttu í sumar? Okkar fókus er bara næsta leik, það er bara sama gamla tuggan. Ég meina, við getum byrjað gríðarlega vel og enda gríðarlega illa og staðan er bara á okkur þannig að jú, mér finnst liðið líta betur út heldur en að gera á sama tíma í fyrra og það er bara eina sem ég tek með mér inn í áframhaldið. Þannig að minna meiðsli á annað. Varnarmennirnir þrír, Eiður og Danirnir bara, héldu þessu rammföstu í dag og ef þeir eru heilir þá skora ekki mörg lið á okkur. Nei, en varnarleikurinn þeirra byggist auðvitað á því að varnarleikur liðsins sé góður og ég held að það sé svolítið það sem við stöndum fyrir sem lið. Ef að þeir væru þarna 3 einir eða 5 einir þegar við erum í lóblokkinu okkar þá væri þetta mjög erfitt fyrir þá en við erum náttúrulega með 2 gríðarlega duglega miðjumenn líka sem að sinna sínu skildum ofboðslega vel og covera mikið svæði og réttilega eins og ég sagði áðan með Dada og Diego Montiel líka í þessum 10 svæðum að þeir sinna líka ákveðnum varnarskildum og gera það vel. Takk hérlega fyrir það. Takk.